náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Varst þess að það nýtt málverk? Já, hvernig líst þér það? Bara mjög vel sko. Er það ekki? Já. Svo er ég með penna hérna upp á, ég ætla að bæta við svona, séu henni kall. Já, ok. Og hérna er eitthvað að gerast. Límið kallar eða eitthvað? Hérna er hákall. UFO og hákall. Og hérna kafabátur. Já, yndislegt. Heyrðu, Ágúst Kristján Steinarsson, velkomin í Þvotthúsið. Þetta er þáttur númer 97. Hvorki meira en að minna. Heyrðu, ég ætla að taka smá kynningu hérna og svo bara förum við í gang með spjallið. Ég skrifa hérna hjá mér og þú starfa sem stjórnunarráðgjafi og þetta nú útskýra hvað það er fyrir okkur eftir smá stund. Tónlistarmaður og er eitthvað unnið við fjalla leiðsögu mennsku og heldur fyrirlestra og svo hefur við skrifað bók sem heitir Riddarar hringavitleisunar. Þú semst að með reynslu á því að hafa lent í geðhvörfum. Já. Og geðheilbrigðiskerfinu. Þú semst gleymt við geðhvörf frá því þú varst unglingur og semst endaði í sviftingum og innlögnum og hérna já, og þvinglifjunum, við ætlum að fara inn í það og eftir. Við ætlum að ræða þetta í kvöld, þetta er þemu kvöldsins. Við ætlum að ræða geðheilbrigði og þetta geðhvörf og geðheilbrigði og úrræðin sem er í boði og þessum úrræðum sem er beitt. Er þetta rétt hjá mér? Já, svona nokkuð deginn. Svona í gróðum dráttum? Já. Ég held að sé, við sem ekki gleyma nennu. Nei. Hvað er þú gamall í dag? 42. Já, en þú sem sagt, ég skrifa þarna hjá mér, þú ferðu í þín fyrstu geðhvörf þá 19 ára. Já. Og greinist, ert greindur með geðhvörf. Já. Þannig að við ætlum kannski bara að byrja á því að fara að spyrja þá bara að því, sko, bara hvað geðhvörf eru, og hvernig þau lýsa sér, hvenær og hvernig fer þetta af stað, og svo svona þreifu okkur svona eftir því. Nóg að taka. Já, ég semst 19 ára þá fer ég á flug, semst ég fer bara upp í Maníu og er greindur með geðhvörf áður ég fer niður. Okay. Þetta er langt tímabil þannig að? Þetta er svona 4 mánaða tímabil. Okay. En tilfelli ég fór aldrei niður í þunglindi, þannig að þetta er rangnefni, það er kannski einu sem máli þetta, að ég raunaf ekki veikst af geðhvörfum heldur á Maníu. Já. Og geðrofi, þar sem ég gjössalega missi alla tengingu við jörðina. Eru þetta mismunandi greiningar? Er þetta greina menn með maníska? Já, þannig að manja er eitt, þunglit er annað og svo er það þessi blanda sem er geðhvörf. Hvað meinar með þú er aldrei komið niður? Ég meina þú hlýtur að hafa komið eitthvað tíma niður, ég meina þú ert ekki manískur hér og nú. Nei, rétt. Ég hef ekki farið niður í þunglindi. Já, ég skil. Eins og er alltaf búist við og alltaf er svona að vera meðhendlað þannig sko, alltaf svolítið verið að tipla á tánum í kringum fólk sem er í manja því að beða eftir því að komið sér niður og þá tekur oftast því erfiðara tímabili sem ég sleppið. Okay. Þannig þetta kallast eitthvað svona unipolar manja, það er bara eins póls manja. Er þetta skárið kosturinn að tvennu illu eða? Ég halda það, með lýsingar. Já. Þannig að ég er bara mjög heppinn hvað það varðar, ég fer ekki í þetta svartnætti sko, sem að margir dvelji bara í mánuði jafnvel ár. Þú ert þannig bara í menntaskóla? Já. En ég er að ná síðasta ári í menntaskóla og já, hérna fer svona þess að heldur maður sé bara þroskast, maður heldur maður sé bara að vaksa, eins og maður er alltaf að gera þessum árum, sko, alltaf eitthvað nýtt handi á hodni og held bara ég sé vera klárar og flinkar og sniðuri og meira skapandi. Gerist þetta svona hægt og stigvaxandi eða er þetta sveifla? Þetta gerist fyrir eitthvað hægt. Þetta tekur nokkrar vikur eða mánuði áður en þetta gerist. Og ég segja hægt að því að síðan seinna mér þá fór þetta gerast hraðar. Þá var svona rökk maður í gang, svolítið. Okay. En hvernig lýsir þetta sér? Skilur við, út í skólanum ferðu þá bara á fullta? Maður verður, þetta byrja svolítið á því að maður er bara svolítið spenntur fyrir morgundeginum, spenntur fyrir að vakna. Sem gott. Já, nákvæmlega, okay, þetta byrja alltaf mjög jákvæmt sko. Já. Og hérna, þannig að maður byrja sér svona bara ekki alveg tilbúin að fara að sofa, það er svo margt að fara að gera á morgun og áður en veist afert fara að sofa miklu minna en það átt að gera og jafnvel bara hættur að sofa, þetta er alltaf spennandi og það er svo margar hugmyndir á lofti. Ekkert mála að takast á við verkefni eða neitt?
ekki neitt sko. og ótti við verkefni og kvíði og hann Nei, er það er bara, andstæðan sko. bara hverfur. Já, það er bara svona egoið stækka svolítið og maður er svolítið til í slægin og svona, já, heldur maður fyrir að fara að hugsa svona námið bara óþarfi og ég þarf þess ekkert, ég er bara alveg nóg klár og ég ætla bara að gera þetta. Þetta hljóma svolítið bara eins og offlæði af bara boðefnum eða þannig. Já. Já, einmitt. Það er svolítið þannig sko. Bara endorfínum og hérna. Já, og þá má kannski, nú er ég bara svona spekulera og þeir einn sko maður að nota of mikið efnum, maður er bara svolítið að hlaupa marathón Já. og er bara alveg á fullu og svo allt í einu slöknar þetta og þá bara hrynur maður. Já. Og þá var maður myndi útskjara af hverju aðri fara neyri þunglindi, þeir eru bara búnir með boðefni sko. Já, einmitt. Þannig ég er á bara náttúrulega hæ sko, í raun. Hvernig, ég meina á einhverjum tímapunkti hlýtur fólki þá í kringu þig að sjá að það er eitthvað skrítið. Ég meina þú varst í neyslu á þessum tíma eða þú voru enga sögu með hvað það var það? Neitt sko. Og það var mitt, læknar voru að spekulera með það, ég var nýkomin úr útskriftarverð og held ég lendi ykkur rugli þar og svona. Og það truflaði svolítið, ég svona er sæmilega slakur einstaklingur og prúður og góður, þannig að þó ég væri komin frá mér, þá svo læknarnir ekkert endilega sko. Þannig að svona, á þessum tíma, þetta er 1999, þá var engin vitneskja, það var engin vitund fyrir þessu svona lögu sko. Þannig að það var ekki mikið hérna, já, allt sem er í gangi í dag, þannig að foreldrar mínir hefði ekki hugmynd hvað er í gangi sko. Ertu að segja bara að umfjöllun í samfélaginu sé orðin bara meiri og vitundin er orðin stærri? Miklu meiri. Okay. Miklu meiri og bara miklu betra sko. Vitundin og umræðan og svona velviljinn fyrir öllu þessu er bara allt önnur sko. Þannig að maður svona bara fer svona á þetta flug og maður fer bara lengur og lengra bara stígur alltaf aðeins lengra og svo verður þetta skinninu verður miklu meiri tilfinningi verður miklu meiri ef að þú ert ekki í stuði og ég er að tala við þig, þá finn ég það tel mig finna það, ég bara vel forðast þig og svo ert þú hérna allur stútfullur ást og þá vil ég bara faðma þig og þannig svona allt verður svolítið ykt. Já, allt getur orðið bara stór hættulegt líka. Getur það? Því að þú fann í rauninni að ofskynja, rangskynja það sem er í gangi í kringu þig. Já, og svo er það svona líka sko, að með þessa skynjana, með öllu sem er í gangi og þá fer maður að oftúlka allt sem er að gerast og rangtúlka og grípa tækifæri og svona sem að hérna getur verið varasamt. Ást og tilfinningar líka, skilur hittkynið eða samakynið, hvað sem það er. Já, bara raun allt getur verið ríkt. Það skiptir ekki máli hvað það er sko. Okay. En þú finnur það líka sko, sem heilbrigður einstaklingur og umgangast manneskju í mannju, þú finnur einmitt þetta og þetta er mjög óþægilegt að eiga samskipti við manneskju í mannju sko. Því að allt verður svona frekar ódreiknanlegt og maður er svona frekar vanmáttugur gagnvart þessu og það sem maður vill helst er bara að forða sér svo maður sé ekki í samneyti við þennan einstakling. Já, en það má velta því upp hvort að þetta dúo sem þú ert að tala um þarna bara er ekki að virka og það leyfa þeim bara að hvíla sig á því og vera þá sem að líður betur vel með þá stundina. Þetta er svolítið bara svona, það sem ég varasamast að við þetta allt saman og það vilja allir síðan stoppa þig bara taka höndum utan þig og lyfja þig og loka þig inni og allt þetta og þá er bara að færið úlfinn fram sko. Ok, en núna sko hvað núna, þú ert ekki minna að sögum neyslu, þú varst ekki stóner, þú varst ekki ofneyslu á THC, þú varst ekki eitthvað á tunglunu að droppa er engin fyrirbóði? Er þetta í fjölskyldunni? Já, er eitthvað í ettinni. Bara eins og er kannski hjá öllum bara? Sko, ok, þannig þá langar mig að spyrja því þú kannski hefur spáð í þessu í gegnum tíðina, ég meina af hverju Ágúst? Af hverju þú? Af hverju ég? Ég hef alveg spurt með þessu. Ég meina, hvað heldur að valdi þessari vírun? Ég ætla ekki einu svona að lega mér að segja rangvírun, heldur bara vírun. Já, ég sko, það er kannski gott ef við bara stökkum nokkur ár fram í tíman, sko. Ég er búin að vera heill núna í 9 ár. Ok. Það gerist 19 ára og þetta gerist síðan 5 sinnum, þangað til ég er 34 ára. Og inn í því önnur veikindi líka, þannig að rosalega mikið í gangi sem er að trufla mitt líf. En núna er það ekki. Ok. Og þá spyr maður sig hvað er það sko. Því meira spyr ég mig núna sko. Hvernig tókst mér þetta núna sko. En ertu á lyfjum í dag? Já. Þú ert á lyfjum með þessu?
Er það þá bara svona lithium ég er lithium, Já. veit ekki hvort það sé að hjálpa mér að ég hef oft vext með það, Já. þú er bara ekki að hætta. Nei, skilji. En svo er ég á ólansapín sem er bara örskamti sem er einn hjálpa mér að vera B-maður. B-maður? Ég er ekki B-maður. Nei, ég skilji. Þannig að það hjálpa mér að vera það. Þannig næ Svo þá hvað að vera sofa bara aðeins lengur. Kærlaus. Ég bara sofa aðeins lengur. Það er bara svo aðeins lengur. Ég er bara gaurin sem vakna alltaf 6. Ég ger það ekki lengur. Ok, hann er í dag þá með lithium og þessu lifi sem þú nefndir, hvers konar lifi er þetta? Ólansapín, þetta er geðrofslif. Þetta er alveg svona, þetta er lifi sem er dælt í þið þegar þú ert alveg í ruglinu sko. Og ég er með þessa pingu litlu 5 mg og ég sker henni í 2 og það er ég komið smá. Og hérna Microdose En sem hitt er síðan sko, að þessi 9 ár hefur bara verið annað líf. Ég haga mér öðru sig og tilveran er allt önnur. Líður betur. Það er held ég svona stóra Það hlýtur að vera rosa slítandi svona manía sko. Já. En hvað heldur að valda þessu? Og ég veit, þú getur ekki sagt neitt til um það, því það veit engin neitt, ekki einu svona læknandi sem hafa reynt að meðhandla því. Ég vil meira þetta samverkand þættir af bara tilfinningulega stöðuleika, heilbrigði líkama, góða næringu, góðan svefn, bara allt þetta klassíska, að maður bara virkilega vanda sig að vera til, þá getur maður fóra þetta. Ok, en ég meina, varst þú ekki að því þegar þetta fer á stað á sínum tíma? Ekki alveg, nei. Ég hef svona áttað til að trúða mér í vinnu sem var mér aðeins á erfið og svona vera í tilfinningulega erfiðum samskiptum og svoleiðis, þannig að sem ég náða að halda betri skefi núna. Já. Þannig að já, maður er að vanda sig, maður er virkilega vandvirkur, bara að passa upp á sig, pínu frekur, að hafa hlutin í lagi. En hvernig, þegar þetta fer að, þegar þú ferð á flug og þetta fer að vera svona ábyrrandi, allavega gagnvart þeim sem eru í kringu þig, hvernig fara þínir nánustu, hvernig fara þær að bregðast við? Sko, það breytist með tímanum, sko, þannig að þetta fyrst er þetta bara algjör óviss og engin veit hvað er og leitar aðstoðar og allt þetta. Svo raun, sko, í hvert skipt sem ég veikist, þá verði ég alltaf aðeins meira á móti geðheilbrigðiskerfinu. Hverju skiptinu, að því ég er bara ósáttur. Hvað er þetta ósátt við? Þetta er kannski stórt orð en ofbeldið í raun. Svona, bara þessi valdbeiting. Já, og mér langar að lesa, má ég lesa þennan smá bút úr grein sem ég lesa eftir þig? Altså hvað var að valdbeiting, frelsissvipting, þinglifjun, þetta spútur sem er tekjun úr viðtali við þig, hvað það var RÚV. Valdbeiting getur verið svo rosalega margbreytileg, allt frá því að segja mann að gera eitthvað yfir í að virkilega beita valdi, nærtakasta sagan sem ég vísa helst í gerðist fyrir 5 árum. Stuttasagan er að ég glemdi tösku, ég var útskrifaður og kem daginn eftir til að sækja töskuna og er svo ginntur inn í samtal við lækni sem ég hafði ekki hitt áður en ég veit af eru 7 manns búnir að veitast að mér og halda mig niðri með valdi, afklæða mig og sprauta mig. Þeir urðu ekki rólegir fyrir þeir voru búnir að sprauta mig. Þetta eru þín orð. Hvenær er þetta? Þetta er 2011, minnum mig. Og hvað er búið að vera í gangi hérna? Já, sem fyrri hluturinn af þessu er að ég fer sjálfviljur innan geðdeild, biðum aðstóð. Þau taka mér opnum með örmum. Ég mæti það lækni sem að ég hélt vist að væri vist maður. Bara bar það með sér að vera bara ekki alveg í lagi. Og hann er að fylgjast með mér gegnum 3 daga og endanum segir hann ég geti farið. Ok. Og það er alveg eðlilegt mat hans akkurat þarna. Þegar ég fer, þá ákvað ég að stríða honum. Ákvað ég augur honum og svona, ég man ekki nákvæmlega hvað ég sagði við hann, það endur á því að hann það bara kveiknar eldur í augum á honum og segir mér að hundskast í burtu. Þá snendi ég upp og rosalega ánægð með sjálf mig, ég vakti hann og nú get ég farið. Og þetta partur af manníinu, augra umhverfinu og svona íta við status quo. Svo kem ég tilbaka daginn eftir, gleym bakpoka, höfður að leita að honum. Ég gripinn að lækni, hann leiði mig inn í herbyggi þar sem að við erum 3 fyrst og svo alltaf fjölgar þeim og þeir eru 7. Það er ekkert sem gerist þarna. Það er ekkert sem að ég sagði að gerði sem að gaf þeim ástæð til þess að fara svona með mig. En það enda með því að þeir sem sagt beita lögreglubrögðum til að æfa mig. Starfsfólk? Já, bara hefðbundi starfsfólk? Það koma 2 lögreglumenn líka. Já.
þannig að þeir leiða að sjá veikan blett, þá stökkvaður á mig. En hvaða heimildir hafa þeir Já, fyrir þessu? það er nokkuð miklar. Okay. En koma þínir nánustu ættingjar eitthvað þarna inn? Er þetta sjálfræðissvipting? Já, en þannig er þetta komið, ef ég maður rétt, þá er ekki lengur fjölskylda sem það er að koma að því. Nei, Það er bara dómskvæning. Já, en það hafði sem sagt gerst áður? Já. Okay. Það gerist þér á 19 ára og 24 ára. Mhm. Þannig já, en þeir bara, þeirra umboð er bara nokkuð skýrt. Það er bara, það sem gerist er að maður verður svertingi fyrir 150 árum. Maður er bara persóna non grata, sko. Það er bara, það er ekki hlustað. Maður er auðvitað í skrýtna ástandi, en samt, já, og þrátt fyrir að það sé, sko, maður er að tjásum, maður er að skilja hvernig maður líður, þá bara hlustað ekki. Þeir eru ekki til staði fyrir mann, þeir eru ekki til þess að hjálpa manni, þeir eru bara að láta mann til að gera hlutin sem þau vilja. Það er upplifunin allavega. Já. En okkur þessi aðför? Voruð þið ekki búin að ræða málin, skilur upp á, eða tókst, ég skil ekki alveg hver aðdragandinn er, en þeir eru að tala saman, skilur? Já, sko, þeir hafa greinilega fengið bakþanga. Veit ekki nákvæmlega hvað olli því, sko, hvaðan það kom. En þegar ég kem þarna og ég lappi inn á Geiteld og ég er hérna svona eins og þetta jokk í háskólamyndunum, mættur á staðinn læt fara fyrir mér og ætla að vera eitthvað rugl í þeim og mjög galdratricks og allt þetta, sko. Og ég veit ekki hvað það eða hvað það var, sko. En þeir allavega taka mig inn í endagangan, loka hurðinni, læsa. Ég veit ekki hvað er að gerast, ég fatt það ekki, þetta er líka bara í minni manju. Þetta er atburður. Heldur þetta að spila eitthvað inn í að, veist, að þú er rauninni ert þá kannski að augra lækni sem að lítur á sig sem mann sem að hefur stjórn og á að hafa stjórn á aðstæðum? Ég veit það ekki. Nei. Ég ætla ekki að ætla það. Ég veit ekki hvað það var. Nei. Ég get vel verið að einhver fjölskyldumæðlum að ringdi eða eitthvað, sko, ég veit það ekki. En hvað tók við, svona bara, svo höldum okkur bara þarna? Já. Og hvað tekur við? Hvað varstu lengi inni eftir þetta? Sko, já, og sko, gleymið ekki, ég er yfirvegaður og ég er svona, kannski sleppa öllum smátrjónum í þessu, en ef þið viljið þá get ég alveg farið þangað, en ég er afklæddur, lagðinur í jörðinu og sprautaður í báðar raskínar. Þetta er bara nauðgun. Þetta er ekkert annað. Og það eina sem komst að hjá mér þarna var reiði. Ég hefði getið verið niðurbrotin og hræddur og alls konar tilfinningar, en það eina sem var pláss fyrir var reiði, bara til að komast í gegnum þetta. Svo vakna ég, lokar inn í þessu rými, undir eftirliti öryggisvarða sem að tók þátt í þessu og er í þeirra höndum í 7-10 daga. Ég var hundleiðilegur. Já, ég skil það. Eðlilega, ég vildi þetta ekkert vera með þessu og vildi bara losna út og þá bara við ruglinu en þeim fannst bara skrítið hvað ég var erfiður. Þeim fannst skrítið hvað þú var erfiður? Það var tilfellið þess að einn þeirra sem var þarna, sem var eitthvað ekki taka þátt í þessu, hann var mjög erfið með allan tíman sem ég var inn á deildinni og svo spurði hann bara á síðasta degi, af hverju þetta svona vondu við mig, notaði bara þessi orð. Og hann horfði með augun á mér með vaskreitt hárið og sagði að þú kýldi vinn minn. Ég sem sagt, meðan á þessari árás stóð, ekki rétt. Þetta er náttúrulega ótrúlega furðulegt að segja sem sko, umönnunar aðili innan heilbrigðiskerfis. Það er svo að díla við fólk sem er þó greinlega í ójafnvægi og í geðsjúkdómum. Já, en svona eftir að hyggja, ég meina þetta var ræðilorð, skilja, algjörlega, en sko starfsfólk á geðdeild er að fást í rosalega erfiða tilveru, sko. Og þau sem starfsmenn er að fá rosalega lítið tækifæri til þess að styrkja sig og koma heil tilbaka og allt það. Ég held að sé frekar nýlegt í dag eftir að eitthvað svona gerist þá að teki svona hvað það heitir viðrun. Það starfsmenn koma aftur og svona gera þetta upp, taka lærdóm af þessu, hvernig getur gert það öðru næst. Svona frábært. Og svo frammeð, en svona aðlatri þeir eru ekki fá, þeir eru örgulega með erfæri störunlandsins. Og þeir eru á tannhjólunum. Er þetta einstaklingar með eitthvað sérstakar þjálfun? Nei. Ég veit það ekki, ég get ekki svarað. Hald ég ekki. Ég meina, er þetta hjúkrunarfræðingar eða? Allir gangur, ég meina, þetta er alla stéttir, þannig séð, og svo voru ómenntaðir.
en ósjaldan hefur maður lent í betri samskipti við þá sem ómenntaðir Já, sem ekki mjög förgantar hugmyndir þessa tilveru. Já, einmitt það sem rúmast í bókinni sko. Já. en núna las ég líka þegar ég var eitthvað að skoða þig að þú, sem sagt, þú lendi í þessum aðstæðum líka þá í Kaupmannahöfn alls að vera lagður inn þá inn á psykiatrisk eða ekki? Ég veit ekki hvað það var þú átt að segja, sjúkætris. Já, bara inn á geðdeild í Kaupmannahöfn. Já. Hvað gerðist þar? Sko, já, það er þetta mjög skemmtileg saga og hérna þið getið lesið allt um það Já. hérna í smáðurum, þannig hérna ímyndið ykkur bara að fara á gott hérna sýriflippið eitthvað og endi í Danmörku þá nokkurnu það sem gerðist Í manísku ástandi? í mannísku ástandi. Já, þú bjóst ekki þar? Nei. Nei, ok. Ég endaði í Danmörku Já. og ég var semst bara heima Já. og var bara hérna fást við skilnað sem var bara ný orðin Já. og það svona væntanlega leiddi til þessarar yktu líðanar og það fór frá því að ég var á fundi með ráðuneytisstjóra í fjármálaráðuneytinu á 3. degi og á 5. degi var ég nakinn á torgi í Kaupmannahöfn. Ok Þetta gerist hratt. Þetta gerist mjög hratt þannig ég var svona komin í gang Hvaða torg var það, manstu það? Já það var bara lítið torg, þetta var bara í einhverju svona hverfi. Ok. Ég er búin að gleyma því núna. Já, ok. Það kemur kannski. Já, ok. Ég fór að það síðan nokkrum ára seinna og bara spínu sjokki að koma í staðið og bara svona. Þú manst ekki hvaða hverfi þetta var? Ég er búin að gleyma núna, það kemur. Já, ok. Já. En já, þannig að ég bara ger alls konar hluti, þetta er bara svona, þetta er bíómynd sko, allt sem gerist þannig í þessum aðdraganda og ég tek út pening, tek hann ekki út af því að bankakerfið er fara sinja og hérna fæ að reykja hjá okkur strákar sem er mikið að hlæja getur ekki rétt ímynda hvað það var sem að það er alls ekki góð að blanda, þetta er fyrsta skipti ég vandalega fengið með Marihuana og hluti fóru svolítið í óminni þar en svo vakna ég bara nakinn í stellingu Terminators á torginu að spurningu hlátri þetta var mjög fyndið sko og það er ég tekin og settir í lögregluvörslu og haga mér mjög illa þar og síðan er ég enda ég á spítala þar er ég ólaði niður sem er ekki gert í Íslandi og Íslendingar hreykja sig af þar er ég lyfjaður meira en Íslendingar gera en það er leið mér vel Ok þau bara gerðu það rétt Hvað meinar með því? Þau voru, ég upplýði kærleik, ást og þolinmæði. Altså af hálfu starfsfólks? Já. Meðan það var að fjötraði niður? Já, bara í þessu ferli. Ég var bara í mínu allra versta. Já, ég skildi. Sko. Og hérna hagaði mig mér illa og mun kannski komað eftir, ég er með stómapoka sem er þá saurpoki á maganum. Ég reif hann að mér og kastaði hann með starfmann. Já. Ég var þar. Það var þá sem ákveða óla minniður. Hérna, þannig já, ég var í mjög slæm ástandi en þeir voru bara svo tillitsum, þeir voru svo þolinmóð, þeir voru svo kærleiksrík og ég er svo miklu sterka minninga í þess að ég ligg í þessu rúmi, er bundinn, það stendur þessi starfsmaður yfir mér og hann bara andar inn, hann andar út og bara er þarna, hann skilur jafnvel ekki hvað er að segja sko, en okkur líður báðum vel. En það sem þau hefur sprautaði niður með þarna það er þá í rauninni, það eru bara að tala um róandi lyf. Já. Ekki rétt? Já. Notuðu Haldol, námsstaði því eftir á sem er ekki gott líf ég oft fyndi slæmur aukaverkana þegar ég var 19 ára en allt sem þið gerði samt bara í návist minni var rosalega þægilegt. Já. Og hvað varstu lengi þar inni þá? Þetta var einhverju vika 10 dagar. Já. Og svo flói ég með mig heim og fer hann og geði til Ok. Og þetta er síðasta skiptið? Þetta er síðasta. Já. Og gaman að segja frá því, ég myndi að hérna, hvort ég sé að grípa það, skilju, þarna fekk ég kærleik, ást og þolinmæði. Það er aldrei að vita, sko. Stíðan, sko. Já. Sko, mér langar að fara aðeins í þetta stóma eventýri hann eftir. Já. Það er líka mjög áhugavert. Sko, ég er hérna með smá texta sem sagt úr grein sem ég skrifaði fyrir nokkrum árum eftir að góður vinur minn sem hann var búinn að vera í 2 ára stöðugri sviftingu. Sviftingin var lengd
sem sagt, ég man í eitt skipti, það var einmitt hann heyrði raddir hann heyrði starfsmannarninni segja við sig, ég ætla að drepa þig í kvöld hann fylltist ofsarhræðslu og reðist á starfsmannin og sem sagt, inn á geðdeild ekki með sem sagt, sviftur og hann var kærður fyrir þetta atvik og hann sem stregin fram fyrir dómara sem mér þykir þetta mjög undarlegt en sem sagt það er mjög undarlegt eða spáðið í en sko, og ég ætla að tellja hérna upp lista af lyfjum sem sagt, svo við förum svona aðeins í lyfin því að þetta er sem sagt bara 2-3 ár hérna á Íslandi og skal tekið fram að þessi lyf voru ekki boðin honum sem úrræði, þessu var klínt á hann með valdi og ofbeldi því maðurinn var ekki með sjálfræði meðan á þessu stóð og listinn yfir þau lyf sem geðheilbrigðiskerfið reyndi á hann á þessum tíma var sem sagt það lithium, Cipralex, Zoloft, Prozac, Velbutrin, Risperdal, Ciprexa, Invega, Cloxapine, Seroquel, Abilify, Haldon, Paratsin, Phanergan, Chlor, Promacin, Ritalin, Concerta, Strattera, Librium, Sobril, Temestat og Rivotril og Venlaxafin. Sko, og í hvert skipti sem ég talaði við hann, þá í rauninni var hann nýbúinn að vera inni hjá geðlækni og viðtölun snerust yfirleitt það að sem sagt að rannsaka aukaverkanir og sjá hvað passa á honum og svo voru gerðar tilraunir í rauninni á honum með því að setja hann á ný lyf. Svona gekk þetta bara, alveg hring eftir hring eftir hring. Hvað finnst þér þetta? Þetta er spyrja hvað hann er í dag. Þessi maður er við döðans dyr, sko. Já. Og sko, þetta kerfi er búið að murkan. Hann er walking dead, sko. Það er rosalega erfitt að vera ykkur spekingur svona hluti. Auðvitað. En þetta kemur alltaf í sama og svona, það sem ég var að snerta á þann, það skiptir ekki máli hvað er verið að gera eins og þetta daglega lífið mjög, heldur hvernig það gerist og nú veit ég það ekki en svona, maður má velta fyrir sig hvort hann sé að fá þessa ást sem hann kannski þarf og þolinmæði og allt þetta og hvernig er hægt að búa til geðheilbrigðiskerfi sem getur gert það því bara eins og með allt annað á Íslandi, það er allir á þunn það er ekki tímin eitt og kannski er það bara ekki leiðin til þess að ná bata og þess vegna er þetta sko langvarandi vandamál sem það verður lýst það strax Já, maður þarf líka að spyrja sig hvað eru lyfin að gera annað en að mögulega slá á einhver einkenni því að í raun vitum við ekkert hvað er að valda í rauninni þessum sjúkdómum, hversu langt getur að kafa sko. Þessum finnst það áhugavert allt þetta með hugveikandi efni og þessi umræði sem skapast núna sem er að vera farin bara sama svæði þetta er bara sama upplifin og þess vegna er svo gaman að sjá hvað þessi komið lærdómið þaðan sko. Já, það er fólk meina að þú farir inn í einhvern kjarna og þetta oft tengist þetta áföllum og eða svona einhverju bara mjög miklum tilfinningalegu ójafnvægi sem þá þessi hugvíkjandi efni er að hjálpa fólki við að komast inn. Já, við erum svo sem yfirleitt verið bara í því, en hefur eitthvað verið er mikið búið að rannsaka og kanna mögulegan ávinning fyrir fólk sem er að glíma við erfiða geðsjúkdóma með þessum hugvíkjandi efnum sko. Þá kannski meir en bara öðru sem þunglindi eða áföll eða tráma eða Þessum dæmi, það er ekki mælt með í samkvæmt rannsóknum að ég færi þangað. Segi hver samt? Samkvæmt rannsóknum? Já, samkvæmt rannsóknum, já. Sem þessi nýjustu rannsóknum sem allir núna keppast við að stunda, sem að rannsaka psilocybin og sjá hvað virkar. Og þeir hafa komist að þeirri nýjustu allavega ennþá, að það er ekki ráleitt fyrir mig að fara þangað. Og við erum tekur ekki sensinn. Nei, en er það út frá þeim lyfjum sem þú ert á í dag eða út frá sögunniðinni? Út af geðhvörfum, maníu. Út frá sögunniðinni? Já. En getum við þurfum við að treysta þessu? Getum við það? Þetta er svolítið erfið stað að vera í sko. Það þarf að taka sensinn og fara, eða skilur við hvað
Já, ég meina, núna þú búin að vera í lagi núna í nokkur Ekki nema ár, þú þannig að sért ég kannski kannski- sé, veist, kannski ekki, þú kannski sér ekki ástæðu til þess að fara þangað, Já. en segi eins og svo að þú væri það ekki. þá myndi ég bótt prófa. Já, þú myndi gera það. Ég held að, já, semst ef ég væri ef það sem ég var að gera í dag var ekki að virka, Nei. þá myndi ég örgulega prófa það. Já. Og kannski þá eitthvað svona mikrodósa eitthvað og prófa og alls ekki að mæla með því fyrir einn. Nei, ég skil hvað En, meina hérna, en að því sögðu skilum hlutinir ganga vel í dag og bara tilhörinu reglulega góð, þannig að ég er ekkert að fara að rugga því, sko. Nei. En, þú veist, núna taldi ég, þuldi ég upp einu lista hérna, þú veist, hefur einhverja svipaða reynslu, þú veist, reynsla þín þannig að þið finnst eins og að hafi verið að reyna á þig hinn og þessi lyf svona í rauninni án þess kannski að vita hvort það muni virka á þig eða ekki? Já, og já, en það er kannski tvö svör við þessu. Annars svarið er sem sagt að já, ég var sérstaklega þegar 19 ára og dældi 24 ára, þá var Haldol, þetta er rosalega sterka lyf, mikið notað, sem menn fúlsa við að nota í dag. Þetta er slókandi eða ekki? Mjög slókandi. Já. Og hvort það var það eitthvað fleiri, það var þannig að hendurni mér hingu bara niður með síðum. Það sást bara á mér langa vegulendi að ég var á lyfjum og ég var bara hálfur ég. Og, Hver er ávinningurinn af þessu lyfið? Er það bara til að stabilisera þig svo að þú sért ekki til vandraða eða er einhver annar ávinningur? Mæntanlega bara róa kallið niður, sko. Já. Ég hafði vel að halda honum skefjum, ég veit það ekki. Já, ok. Þannig hef ég miklu reynsla í því að þetta er mjög óþægilegt. Þetta er rosalega skrítið að vera fangi í einn líkama. Það er mjög skrítið. Og þannig hef ég líka komið bara nú geteld og hef neitað að taka inn Ciprexa, sem ég er að taka í dag í þessu mikroformi. Af því að mér fannst þetta svo óþægilegt. Ég fannst ég missa stjórn á líkamanum og ég var bara eftir með að tala og allt svo skrítið. Og það var bara ómikið magna af þessu. En síðan er ég núna að taka inn Ciprexa að sjálfs viljur. Það er bara magna sem henda mér og ég er alveg til í það því að bara lífið gengur vel. Þannig að þetta er alveg tvær hliðar á þessu en Hvað heldur að myndi gerast þegar þú myndir hætta bara að taka inn þessi lyf sem þú myndir taka? Ég held að myndi ekki gerast, ég var þetta lithium, þá var ég búin að taka sér á 19 ára, það er bara líkaminn er hann vanið því, sko. Þannig að ef ég myndi hætta því cold turkey þá myndi ég bara líkamlega viðbröð, sko. Bara alvarlega líkamlega viðbröð, alveg óháð geðinu. Hvað Ciprexa var það, þá er það miklu minni líkur að það hefði áhrif. Þangað til að eitthvað þá getur ég finn fyrir einhvernum krafti og þá kannski vanta með þetta. En ég meina þú myndir náttúrulega aldrei hætta á þessum lyfjum cold turkey, ég meina þú myndir alltaf þurfa að trappa þig niður að þeim. Jú. Já, ég veit. Hefur það eitthvað tímann, hefur þú spáð í því? Þetta getur haft áhrif á nýrun. Já, til lengri tíma, ekki? Já, þannig að það er verið að fylgjast með þannig að það er alltaf verið að fylgjast með og spá í því, sko. Þannig að, og ég er alveg til í það, sko, það er ekkert mál en á saman tíma, eins og ég segi, hluti ganga vel. Já. En kannski aftur bara að bakka, sko. Lyfin eru alls ekki aðalatrið fyrir mér. Ég var alltaf gagnrýnið á geðheilbrigðiskerfinu hvað þau voru upptekin af lyfjunum og ég var mjög mikið á móti geðlæknum, geðlyfjum, geðsjúkrahúsum því þau bara virkuðu ekki. Svo bara fór ég til Danmörku og komst að það virkaði. Já, einmitt. Þannig að þetta er stundum finnst mér að festast í rangri umræðum. Ég segi, fínt, notum þessi lyf ef þau virka, en notum þetta hérna, en gerum þetta heilstætt og látum fólki líða vel. Samanlega. En hvað með hinna nálgunna? Þú talar um kærleika og samkennd. Nú hitti ég mann einhvern tímann sem vildi koma að stað svona einhverju verkefni eða einhverju úrræði þar sem við getum tekið á móti fólki sem væri í þá manju eða þunglindi og hjálpa þeim í gegnum þetta ástand sem þið var í. Þá í gegnum með snertingu, með tengslum, samskiptum, kærleik, náungakærleik og leyfa fólk sem er í manju að leyfa því bara vera það sem það er og leyfa ferlinu að fara sína leið en í öruggu umhverfi. Og ég veit að þessu úrræði eru til, sko. Skjólhús. Já. Heitir þetta, veist. Það hefur verið talað um þetta, það hefur verið gerðar einhverjar greinar um þetta hérna heima en lítið verið af en ég er algjörlega sammála þessu. En það sorglega það er alveg að gera þetta geðdeild. Já. Ef þau getur bara leyft sér að vera þar, sko. Og ekki vera svona föst við það að lyf verði að vera hluti af þessu margþættu lausn sem að þarf að nota. Lyf er bara eitt af því og ef einhver vill ekki nota það, eins og til dæmis á allavega einni geðdeild í Noregi, getur farið þar inn og sloppið í geðlyf og farið samt alla hina meðferðina. Á meðan að hér er það ekkert í boði. Hérna er bara ein lína, ríkislínan. Já.
Finnst þér þetta ekkert vera að minnka? Ég hef ekki náðu tilfengu fyrir því, það er núna 9 ár síðan var síðast enn geðdeild Já. og ég ekki dottið inn í geðlyfja umræði lengi sko. Nei, ég myndi svona kannski, þú veist, ef maður fyrir að sjá fyrir sér svona kannski nýja kynslóð af læknum, samhliða svona kannski meiri umræðu á svona alternatífum leiðum og einmitt þessi umræða með kærleik og núvitund og snertingu og hvað tengsl í rauninni er að gera fyrir okkur. Það er alveg, ég hef hitt geðlækni, eins og liðs sem er alveg til í þessar pælingar sko. Já. Þannig að, jú, ég ætli það ekki máli, en þetta er rosalega hæg þróun innan þjónustunar, það er mjög fáir geðlæknar að koma inn, það er bara skortur á þeim. Já. Þannig að þetta er, það eftir að gera þetta hipp og cool. Já, en hvað ætlar að gera þú selur ekki pillu? Það baka ykkur einustu pillu, þetta er ekki smá peningar hann að baka því sko. Ég menn þetta hlýtur að vera mikið hagsmunamál fyrir lyfjaframleiðendur. Þannig að ég hef spurt þessa spurningu oft hér, heldur þú að lyfjaframleiðendur hafi áhuga á því að lækna geðsjúkdóma? Ég held ekki. Nei. Þetta var bara svona instant svar. Já. En ég hérna var að hugsa til Dopesick, það er kannski séð myndina. Einmitt. Þannig að það er gott dæmi. Já, það er enda svona mjög öfgafullt og svona öfgakent og svona vanhugsað dæmi, þetta var svona frekar ópróf fannst mér allt saman. Já. Sérst af þetta var Portu Pharma. Veist, þetta var svona bara einhver bölvaði vitlýsingar. En lifðu á svona þessar hugmynd að þeir væri að gera gott líka græða. Já, ég meina þar til er náttúrulega bara fór á hausinn. Já, ég veit. En já, ég meina þetta er rosalegir peningar sko, en þetta er bara kerfi, þetta er bara afurð langs tíma, fólk er bara kann ekkert annað, fólk er bara með ákveðin hlutverk og það er búið að þjálfað upp í að gera ákveðin hluti og það er ekkert hlaupa að því að rústa þessu kerfi sko. Og þannig er ég er svona að reyna að íta við því, ég er að halda fyrirlestra og ég er að skrifa bók og ég fer bara inn í þann slag bara mjög rólega sko. Ég ætla mér ekki að breyta svo hratt. En líka með læknana að þeir þurfa að fylgja einhverju línu, annars eiga að hætta að vera fordæmdir eða sviftir eða hvert sem það er sko. En núna las ég bók daginn sem heitir Desperate Remedies. Ég reyndar hálnaði með hana, hún er mjög áhugaverð og ég skrifaði henni einhvern smá texta út frá því og veist ég, við höldum alltaf að við séum að gera allt rétt Nákvæmlega. Og svo fekk ég spurningu daginn, hver er það sem rannsakar þann sem rannsakar? Annað en sögubækur, þegar maður geta hort tilbaka og hérna skrifaði, fyrir 100-200 árum voru læknar sannfærðir að geðsjúkdómar, eða sumir læknar, ekki allir, að geðsjúkdómar höfðu orsök sína í þá veiru eða bakteríu sýkingum. Þannig að þeir voru semst að rífa tennur úr fólki, þeir voru að fjarlæga líffæri, rifbein, hafa framheilanám, alls konar svona djöfusins vitleysa og þessi menn sem að framkvæmdu þessar aðgerð, þetta voru menn með doktorsgráður og skrifborð og skírtinni upp á veggjum og þeir töldu sig verið að gera rétta hluti og þeir voru að þreifa sig áfram. Þannig að er ekki hrókafullt að áætla að geðheilbrigðiskerfið sé að gera rétta hluti, hvað var það í rauninni öll þessi lífegjöf og hvar heldur að við séum í þessum efnum eftir einhver x mörg ár og horfum tilbaka og erum þá í aðstöðu til þess að horfa að þessu við verum að gera í dag með alvöru gagnrýndum augum. Skilur við? Já, ég held að það sé bara mjög aftalega meirinni. Ég held að það er miklu meiri þróun í orðið í öllum öðrum stéttum, læknistéttana öllum sérhæfingar, alla sérhæfingar hafa stokkið áfram meðan geðheilbrigðisþjónusta er nánast þú saman og bara breyttum hækju. Ég bara síðustu 40 ár. Já, sér ég minna það er alltaf eitthvað svona hækja sem er svona málið og svo allt henni fattaði bara það er alls ekki málið svo kemur næsta hækja þannig að það er nóg eftir en á sama tíma, þetta er líka ekki auðvelt að rannsaka, það er ekki auðvelt að skilja þetta, en læknar er svolítið að reyna að haga sér eins og vísindamenn þó að þessi ekki meina að blóðprufa bak við þessa lífegjöf það er engin blóðgjöf engin niðurstaði blóðrannsóknir sem að segja þig hvaða lífegjöf. Nei, þannig að ég spyr, hversu vísindilegt getur þetta verið? Það er rauninni bara verið að gefa okkur
það er verið að giska á lyf. Já. Ég meina, er þetta ekki óábyrgt? Eitthvað þarf þetta að gera. Nei, ég veit ekki. Það er að gera það sem þjálfur upp í. Já. Það er ekki að hætta ála sig um það. Nei. Þetta er bara kerfi, eins og ég segi, þetta er bara risastórt kerfi og þetta er bara afur þess. Og það er akkurat, það er allir að gera sitt besta. Það getur lofað ykkur. Það er bara vill svo til að þeirra kannski fengi ranga þjálfun, sko. Það má vera. En hvenær ákvaða tíma sem sagt tókstu þessa ákvörðun að skrifa þessa bók? Og hvað fjallar bókin? Bókin fjallar 4 einstaklinga sem allir er fást mismunandi liti. Einn er að glíma við skilnað, annar er ungur strákur sem er að greinast með geðhvörf eða manju. Einn er fjallamaður sem er bara full að leika sér og undirbúið sig fyrir alpaferð, og 4. er maður sem er að fást mikil veikindi í maganum, meltingaveikindi. Allt er þetta ég. Þetta er allt sett upp sem sjálfstæðar personur sem að tvinnast aðeins saman en segja sanna sögu af minni lífsreynslu í svona skáldlegu formi, þannig að það er hægt að lesa það. Þetta er mikið vesen í þessu en mér er sagt að mér takist að gera þetta á mjög komiskan hátt og skemmtilega lesning, fljót lesin, og þetta er þetta bara allt saman skrifað til þess að hafa áhrif á þetta kerfi sem ég tala um, sko. Íta þess við og veikja fólki vitundar og reyna að ná til tilfinninga fólks og þannig hreyfa við hlutunum, sko. Og hver urðu viðbröðin? Ég hef fengið mikið af jákvæðan viðbröðum senda á mig og allt það. Þessi fólk talaði hversu mikil áhrif þetta haft á sig. Nú bara nýlega hitti eina sem að vinnur á geðdeild og sagði að þetta hefði bara mótað hennar nálgun í starfi. Okay. Þannig að það er það sem það var gert fyrir. Og svo hittir sem var þetta var svona miði til þess að halda fyrirlestra og gera mig gjaldan í því að ég er búin að halda fyrirlestra fyrir alveg ófáa deildir á geðdeild. Okay. Og sálfræðinema og hjúkrunarfræðinema og fleira. Okay. Allt bara til þess að koma röddina og reyna að íta hans við þessu. Þetta hlýtur að vera mjög dýrmætt fyrir þig. Já, þetta var rosalega gott. Ég meina, skrifin ein og sér voru þetta rosalega verið mitt. Bara að losa þessa reynslu, sko. Og ég grét þegar ég skrifaði, sko. Bara þannig. Annar er bara blæsið, þá grét ég. Það var svo margt sem ég þurfti að vinna úr. Og síðan ég fyrst ætla ég ekki að gefa þetta út og svo ætla ég ekki að gefa þetta út undir nafni en svo ger ég það og svo allt í nú var ég standandi fyrir fólk að segja frá því þegar ég stóð nakinn upp á torgi, sko. Þetta er rosalega frelsun. Bara komið til skápnum með alls konar veikindi, sko. Já, mjög gott. En hvað með þetta magavesen? Og ég segi hérna, sko, þegar þú sérðu hérna, Davíð, sjáðu hérna. Já, sömmyndin. Þannig að Fúsi, þú getur kannski hent þessari mynd hérna inn. Að því að sko Þetta er semst þegar við förum í sund strákarnir, þá er hérna mynd af þetta er bara eini einstaklingur, eða þú sem ég séð með stóma, því þetta er svo tabu eða mikið feminismál. Þú sér þetta bara maður sér þetta mjög sjaldan. En skilur, það er ekki fullt af fólki bara Íslandi sem dæmi. Hvað er? Ykkur 500, 600 manns. Eitthvað svoleiðis. En hvað gerist? Já, meltingasjúkdóm. Já. Sáraristbólgur. Já. Það greinst þegar ég er 24 ára. Já. Ég bara hleypandi á klostið svona 10-20 sinum á dag í 5 ár. Já. Og já, verrið heilsa og þróttur og heimsli og blóðurhæðir og styrar og allt þetta. Já. Og ég er svona aðeins að ná tökum á þessu að ég var að breyta mataræði mjög mikið. Er farin að sjá til sólar og þá greinst ég með krabbamein. Sérst í hvað þá? Ristli? Já. Hvað er gamall þá? 27. Ok, það hlýtur að vera svolítið óhefbundið að greina svona ungur með krabbamein í ristli. Já. Af hverju? Það er svolítið erfið spurning, skilur, en er það heldur að sjúkdómurinn sé undanfarinn eða sambland af öllu? Eða? Já, það var svo sagt við mig bara mjög snemma með sáraristbólgur að þetta getur leitt til krabbameins, en við ætlum ekki að tekka á því fyrir eftir 8 ár. Það er bara því fyrsta lagi ætlum við að spá í því eftir 8 ár. En þessar bólgur, hvaðan koma þær? Af hverju er maður með bólgur í ristli? Er þetta eitthvað tilfinningatengt? Sko, það er eitthvað sem hefur spáð í. Eitthvað áfallatengt? Það er eitthvað sem hefur spáð í. Ég fekk mér skerfar áföllum með þessum veikindum og ég hef alveg spurt mig að því, sko, við svona snúið sem við, sko, hefði ég fengið hjálpina sem ég fekk í Danmörku þegar ég var 19 ára,
hvernig hefði lífið orðið þá Já. þannig að tilfinningar, taugar, heilin þetta tengist allt saman við vitum það núna, það var ekkert volið að vita þá þannig að það vissi enginn hvað þetta var hvað olli þessu, læknirinn sagðist ekki vita neitt og ég átti bara að fá mig jógurt eitthvað AB-gerla eða sko valla það sko, það var einhvern veginn svona bara það var nógu þund, þá var það örgulega betra eða þið líður illa en það var engin pæling á því hvað var í þessari jógurt eða hvað var í þessum mat og sen fór ég mitt á hérna að skoða þetta og fór að í raun að fara í svona lág kólvetnamatræði sem var ekki þekkt þá sko þetta special carbohydrate diet þannig að maður borðaði bara allt sem var niður brotið engin sykrari og engin flókin kólvetni. Þú varst semst að reyna að laga þetta ástand. Já, og mér tókst að laga þetta töluvert sko þannig ég var ekki lengur reglulega brátt í bók og ekki lengur að hleypa klóstið á nóttinni og bara klóstið 5 sinnum á dag sem heilbrigður mann var mikið vesen sko en allavega ég komst þangað en þetta sett liðist krabbameins og þetta var gríðilegt sjokk 27 ára gamall að vera með krabbamein og þá með 1 árs gamla dóttur og maður bara svona, hvað að gerast núna sko mun hún lifa mig sko mitt og þá sést bara viku síðar ég mætti henni til hnífinn og bara skóra hann upp og burtu með ristil og endaþarm og alls konar og í staðinu setti bóki. Við ekki að fara þess inn í og hvað gerir aðdraðandi sko, hvernig líður þegar þeir eru tilkynnt sko að þú þurfir að fara að ristilin alls sé að fara og það sé að fara að koma að póki á því þetta var þetta svona skilja, annars var þetta bara sko er ég fara að deyja það var bara eitt næsta var hvernig get ég lifa með þetta og þá með stóma já, bara það er bara gamalt fólk með stóma en ég meina, fólk er í hjólastórum stóma það var hugsunin og ég vissi ekki neitt stóma þá og það var búið að bjóða mér þetta fyrir 2 ára síðan og ég bara glæta sko. En hvað þýðir? Hvað er að vera með stóma? Það þýðir að í mínu tilfelli þá er búið að fjarlæga ristilinn og smágírnið það kemur út magan þannig að kemur bara svona stautur út og svo fyrir pókin og plata og svo póki yfir og þá fyllist pókin og ég get síðan losa hana neðan og tæm. Þannig að saur legur út og í pókan en er hann ekki í föstu formi, saurinn? Hann er miklu þynnri. Út af því að hann fer ekki hérna eitthvað síðustu þjöppunna í rislinu sko. Og það er þessu drasli þjapa saman. Og þetta er bara litaði póki í raun, skilju. En hvað með gas og loft og svoleiðis? Það getur komið og er þá eitthvað svona vendill eða eitthvað sem að já, hann dugar skamt. Þannig að ég raun bara þegar ekki með loft þá þarf ég bara að losa. Það er bara klostið eða að losa loft út með smá lagni, það getur maður gert það sko. En þú sést að þegar þú losar, mér finnst þetta mjög áhugavert, þá tekur þú pókana af? Nei, pókin er á og hann er bara hérna og ég get losa hérna flipa hérna neðst og þá bara losa ég hann í klósetti. Þá bara lekur það niður. Já, en þarftu að fara á hnén til þess að gera þetta? Sess bara klóstið. Þú sess bara klóstið? Þannig að þú setur þetta hérna milli? Já. Sniðut lengist hann þá þegar þú opnar hann? Þegar ég opnar hann þá kemur svona slangu út eða eitthvað leis en hvernig, ef þú ert að þrífa hann, þá þarfst þú endilega að taka hann af og svo leis ég það heppin þetta helst að mér nokkuð lengi þannig ég tek þetta að mér, ef seti nýtt á vikulega, þá tek ég póka og plötu af það raka guðin og lími sem bara aftur á easy peasy þetta er klettilega þægilegt sko. Klettilega þægilegt? Þetta er ekkert mál. Já, ég meina, nei. Sérstaklega sko versus þannig að kallið sem var að hlaupa klostið 10 sem á dag sko. Þannig þú myndir taka þetta fram með það allan daginn. En þú sem sagt bara, svo séum með á hreinu, þannig að endaþarmurinn, hann er basically þá bara ekki notaður í neitt lengur. Já, ég er með svona Ken-rass, svona Barbie Ken-rass. Bara Barbie-rass. Já. Svona rass-mótel. Nei, ég meina, það kemur ekkert þar út lengur. Ekki leitt sko. Það er bara þurft þá? Það er bara lokað, það er búið að taka þurfti og sauma saman sko. Wow. Ok, en fyrir ekki, nú ætla ég að taka þetta aðeins lengra skilu. Ef maður er hérna til dæmis samkynhneigður eða hefur unun af endaþarmsmögnun. Það er bara búið. Það er bara ekki séns. Þetta er farið. Ég skilji. Magnað. Wow. Þetta er nefnilega magnað. Þetta er verkfræði sko. Já, mér finnst þetta mjög áhugavert. Og þarna talandi læknavísindin og allt það sko. Vá, þetta er svakalegt sko. En þú ert ekki að hafa áhyggjur að fá krabbaminn í ristilinn eða endaþarminn, hann er bara farinn.
En þú heldur ekki, ég er með gríðarlega fordóma gagnvart geðheilbrigðiskerfinu eins og það er uppbyggt í dag, sérstaklega út í ljósi allra þessara geðlyfja sem ég veit allavega út frá því sem ég sé að virka ekki. En ég er með ber mikla virðingu fyrir læknavísindunum almennt, sko. Jú. Alveg klárlega. Ég mun okkar að segja eina sögu hérna í þessu, því þú ert annar maður sem ég hitti sem ég veit til að sé með stóma, en nú horfum ég hérna á þig, það sést ekki á þér. Það er félagið minn Peter frá Danmarku og það er svo áhugavert þegar maður fer að spyrja sjálfan sig hvað veldur þessum veikindum og á þessu svæði sem oft er svona að tala sem svona tilfinningasvæði og ég veit alveg hvernig ég er þegar ég er stressaður, óttaslegin, beint í meltinguna, niðurgangur og vesen. Þú er eitthvað reynsla þessu líka. Já. Og streita og spenna og kvíði og allt þetta. En þessi félagi minn Peter, við vorum saman á okkur svona hugleiðslu klustri í 10 daga, semst í þögn, einhvers staðar út í skógi og við sátum og vorum að hugleiða svona vipassana hugleiðslu og þetta er bara, hann er verkfræðingur, þessi gaur, sko, svona bara einhver umhverfisverkfræðingur og mjög bara svona frekar ferkantaður og svona basic og hann er í mjög djúpri hugleiðslu og svo sónar hann bara eitthvað út eftir á 50. og 70. degi og svo upplifir hann eins og það fari kalt stál, sverð inn í magann á honum og hann finnur sásaukann og hann finnur sjálfan sig deyja og hann fríkar hann eitthvað út, veit ekkert hvað þetta er og þarna á þessum tíma þá vorum við í einhverju svona body scan, svona einbeitingar æfinga eitthvað og hann fyrir að tala hérna við munkinn sem var hérna og munkurinn segir bara, heyrðu, ok, þetta getur verið hvað sem er og var ekkert að fara eitthvað nánar út í það en sagði hann bara að bakka bakkaði bara ekki verið í þessu, farið bara aftur í öndun og eitthvað og bla og hann kemur svo út úr þessu og viku setna er hann laður hann á spítala og það er eitthvað vesens, ég veit ekki hvað það er en hann endar með boka, sko út frá þessu, sko, því að við erum líka búin að tala um Söru Páls, hún er búin að tala um svona fyrralífs reynslur og annað, sko rittara og drottningar og hann að, veist, hvað vitum við? Ég meina frábær setning, hvað vitum við? Já, nákvæmlega. Ég meina mínir magaverkir voru bara tráma á vesen, ég er bara fullur sem það, skilur. Og er búið að laga þetta? Þetta kemur ekki aftur, ég var þjakaður hérna verkjum minn í hálft ár, bara drepast, ég gæti ekki gengið oft, sko og ég fór búin að risti speglun og putti í anus og allt sem það gera, sko ekki neitt og svo er ég bara og svo kemur hún Sara Páls og dáliði með hérna og hún dáliði hann líka á svo leiðis og við bara svona til að gera langa svo stutta þá bara fyrir hann eitthvað inn í þetta og ég finn þetta eitthvað gerjast svo bara ég fyrir heima og verkunum farin, skilur, hann hefur ekki komið aftur og þetta hefur gerst áður, sko, þetta hefur gerst svona 2 ára fresti, sko, svona alveg bara í tengslum við álag eða streitu eða eitthvað svo leiðis þetta er náttúrulega voðalega yfirnáttúrulegt og flippa, sko, en svona bara sem dæmi, sko ég er bara fullur sem það, sko En þetta er svo frábært, sko, ég meina og frábært líka til þess að þið skuli gera þetta í svona podcastætti, að gera þetta að umræðefni og fólk fara að tala um þetta að því að það sem ég sagði kannski ekki á þenni, manja hjá mér var andleg, skilu, ég var að snerta eitthvað sem aðrir snert ekki og fundi ekki fyrir. Hvað meinar með því? Hvað meinar með því? Já. Að byrja. Já. Þetta er bara þetta er guðdómlegt. Ég skrifa hérna innblikið guðdóminn. Já. Þetta er guðdómlegt, maður finnir fyrir tengingu við aðra, maður finnir fyrir tengingu við alheiminum, maður finnir fyrir þessari svona heild sem maður er bara hluti af. En hvað er þá, af hverju finnst okkur svo mikið vera að manísku ástandi? Af hverju getum við ekki bara fagnað maníunni og umfangað viðfangsefnið og hjálpa þeir í gegnum þetta ferli sem er í gangi? Þetta eru mennskar verur sem við viljum hafa hlutin í kassa. Við viljum hafa stjórn. Já, við viljum hafa fyrirsjáanleika og ef við sjáum eitthvað skrítið þá viljum við setja stimpil á það. Það er bara mennskan, því miður. En hvað heldur að manniðan sé þá að gera fyrir þig? Sko, já, ég meina... Okkur rís þessi orku upp? Sko, ég vil meina að manniðan mín, ég get ekki sagt annar manna mannir, en hún er svolítið eins og þetta ayahuasca ferli. Er þetta uppljómun? Er þetta kundalini orka? Veit ekki alveg hvað það er. Nei. En hérna, sérst... En þú upplifur orku? Algjör orku, hún umvefur mig og hún verður bara of mikil, skilju, það er engin... Af hverju verður hún of mikil? Hvað meinar það með því? Ég held ég gera nóg mikla, að ég er að gera þetta, ég er í slag
ég vil segja, þú ert að gera þetta einn í samfélagi þar sem þetta passar ekki inn en hvernig, getur þú séð þetta fyrir þér í aðstæðum þar sem þú verður ekki dæmdur og það sem er í haldið utan þig? Já, það akkurat sko, og aftur, fagnaði þessar umræðu og það sem að þið og aðrir að gera, þetta að fá svo mjög umræðu núna með ayahuasca og hugvíkandi efni og fólk að tala þessar reynslu sem bara sama reynslu ég að upplifa. Þú heyrir þessar reynslu, þú samhæfir með þessu? Algjörlega, ég bara mátum með allt sem að segja. Okay. Og ég finn fyrir lækningu þegar ég fer í gegnum maníu en síðan lendi ég á vegg af því að það er einhver í kringum mig sem að trufla þetta flæði, þetta ferli. Þannig að aftur, bara þetta skjólhús sem þú talar ef við getum hjálpað fólki að flæða inn í þetta þá getum við hjálpað fólki að læknast sem jafnvel lækna sér sjálft í staðin fyrir að taka inn þessi efni. Já, með mitt. En þetta er getgátt líka. Þetta er mjög áhugavert. Já, en þetta er mín upplifun og þetta er mín reynsla og þess vegna eftir hinn 4 skiptin var ég alltaf einhvern veginn langar maður að fara tilbaka, ég þurfti að prófa þetta aftur, ég vildi gera þetta aftur. Ég vil segja, er ekki söknur? Það er söknur, þetta er svo mögnu líðan sko, sem að maður fara að finna en af því að maður alltaf stoppar af þá fær maður ekki klára og þá vil maður alltaf fara aftur. Það komið fjármál og alls konar svona praktiska hluti í manísku ástandi eins og hjá þér, ég veit Pepparugl. Það er svolítið erfið stað að líka verið í nútíma samfélagi. Þurftir að vera með umboðsmann meðan á þessu stundur. Já, eins og segi, það væri ég þarf aðstoð þegar ég er maníu. Ég þarf mjúka veggi til að halda utan mig og eitthvað tekur veskið af þér. Já, og ég svo sem hef ekki eitt miklu í gegnum þessar maníu sko, en jú, ég fór til Danmerkur og bara verið algjör tilvílun sko, og hend út peningum og allt þetta sko, þar en það var ég algjör rugli þar sko. en þar fyrir utan hef ég ekki eitt miklu. Nei. En margir gera það. Já, maður bara heyr sögur skilur og það er alls konar. En þú sagði þarna setningu hérna áðan sko, að ég fæ ekki að klára. Já. Hvað heldur þú að gerist ef þú færð að klára? Hvað gerist? Ég fékk að klára. Þú fékkst að klára? Í Danmörku, þá fékk ég að klára. Það var þetta tvett sem hjálpaði til í það, sem fjölskylda mín sem var það búin að horfa upp á mig lenda veggjum svona oft, þau eru eiginlega bara svona hættu að vera að reyna að stoppa mig og svo þetta bara það að ég fór úr landi fyrir algjör tilvílun og enda þannig á ég heyrði eftir á bestu geði til Danmerkur það var ekki veggir það var ekki mótrói, en ég er ekki að fara að leggja til að fólk í maníu sem var að gera það sama ég sko. Það er margt að fara rámt sko. Ég fór í fyrstu flugvél sem ég gat farið í ég hefði ekki endað í Bandaríkjunum hvað hefði gerst þá? Ég var bara svo eppilend í Danmörku. Ég mitt algjörlega maður ekki vilja vera nakin á torgið þar alveg snar ég væri það enn en þetta er mjög algengt sko, menn í maníu, þeir sem ég þekki sem að fara í maníu, þeir enda alltaf allsbyr. Það er líka náttúrulega leiðin skilur maður er að reynsa sig maður er að sleppa sér öllum hömlum en einhvern veginn þá og oft á torgum það er alveg svolítið samnefnar það sko. Nákvæmlega. Fjölmennustað það var ekki margir þar nei já, þetta er svona maður, heyrðu, já sko, hérna eitt texti hérna í viðbót svo getur þú tekið svona síðasta slægin og þetta segir þú hérna í öðru viðtali. Það er oft talað geðheilbrigðismálin á Íslandi að þau séu ólestri altså margir á geðljum og svo framvegis. Heldur þú að þetta tengist eitthvað stórt spurt? Get ég svarað stórt? Fyrir mér þetta spurningum hvernig þú lifir, hversu vel þú lifir og geðheilbrigðiskerfið er ekki að fjalla það. Þau eru bara að fjalla eldin sem þau slökkva. Það fjallar ekki brunarústirnar sem verða eftir brunan. Það fjallar ekki fyrirbyggjandi aðgerðir áður en verður bruni. Svo þetta er klassist svar. Það þarf að horfa á þetta heildstætt. Hjá mér persónulega hef ég gjörsamlega breytt lífstíl og líðan. Eða lífstíl, líf og líðan. Þannig að 4,5 ár þegar þetta er skrifað þá eru verið laus við veikindi sem er stórkostlegur árangur í mínu tilfelli og vil ég persónulega meina að þetta sé af því að ég er hættur að treysta bara á slökkulið. Þannig að finnst þú vera þarna búin að ná einhverjum svona heilstiftum bata? Já. Gaman samt að rifið upp að þetta ég var svo ánægð með þessi 4,5 ár. Já. Það voru 9 ár núna. Þannig að ég lakka til að fagna 10 ára frelsi frá sjúkrahúsi. Það er svolítið merkilegt bara að ég ítreka, ég var fastu veikind í 14 ár. Það var alltaf eitthvað.
þannig að þetta svolítið, já, að ég sé hér í dag á þessum stað sem ég er í dag, þetta bara svolítið merkilegt og það er þetta margt sem ég gerði fyrir að fyrsta, ég kem út úr þessum veikindum hreinn en gjörsamlega brotin ég var ný skilin sagt upp starfinni út af öllu havaríinu og vitlaus og hafði enga trú á mér til framtíðar ég var enga trú að nokkuð skildi geta gengið upp hérðan af og það var svona líðanlega sem var þá og tók alveg við svona alltaf 2 ára tímabili bara að já, það gekk bara ekkert upp allt sem ég reyndi það bara gekk ekki upp en síðan fór ég að vinna sem jökla leiðsögumaður og var að leika mér í raun með ferðamönnum, með leiðsögumönnum, með jöklum og fjöllum bara út í náttúrunni alla daga, út í náttúrunni að sífellu og ég raun bara hlóð batterín í 2 ár bara hlóð og fór þá að starfa sjálfstætt sem ráðgjafi, stjórnarráðgjafi og það ók svona hægt og bítandi þangað til ég raun var komin þar staði með að fara að leiðast í jökladótinu og þá fór ég bara verið eins og hinnir búið í borginni og allt þetta þannig að já, það einhvern veginn þá svona, já, bara tók maður lífið aftur, maður byrjaði bara nýtt og bara hagaði í öðru sig og það virðist að virka. Finnst þér, er þetta fjastæðu kent ef þú horfum tilbaka, finnst þér þetta að vera langt í burtu? Þessi veikindi? Já. Nei, nefnilega ekki, að ég held í þetta ég vil ekki gleyma þessu ég er að skrifa þetta, ég er að halda fyrirlestur þetta og svona ég vil halda þessa reynslu uppi að því að hún getur nýst öðrum og hún nýtist mér í leiðinni þannig að og fyrir vikið er ég reglulega að minna mig bara á það bara hvað ég þakklátur fyrir lífið og ég mætti vel vera búin að taka mitt eigið líf nokkru sinnum fyrir allt sem ég lendi í og síðan verið tekin af lífi af mína heilbrigði líka þannig að það að ég sé hér er bara ansi frábært og það er þakklátur. En hvað var það svona í lokin, hvað var það rauninni bara svona almennt svona andlegt heilbrigði? Þú nefndi það í byrjun að við erum svona svolítið mikið á þönum það er mikið í gangi og það er mikið stress og við erum að hlaða mikið á okkur við erum þess að síma hérna á lofti hérna og það er að ná í mig bara 4 mismunandi vegu hérna gegnum þetta dót hérna hvað heldur að við hvað eigum við að gera bara svona hversdagslega svona til þess að halda í svona andlegt heilbrigði hverju þurfum við að breyta? Ég leggja línurnar Já, leiðu núna línurnar Ég forðast að leggja línurnar ég vil ekki segja fólki hvernig Nei, þú getur sagt þetta út frá bara frá þínum bæðurum Ég skal bara láta vaða núna maður þarf að vera í smá það sem ég er að leitast við að gera er að vera í eigin flæði, í eigin takti ég ætla ekki að láta aðra stjórna í hvernig ég lifi og þannig er ég sjálfstætt starfandi og ég get svolítið bara haga þess að ég vil og ég hef alveg geta gert það þannig stundum ok, ég bara jafnvel þegar ég mitt finn fyrir ykkur orku eða hvað sem er ég ætla bara að slaka á í dag ég mæti ekki til vinn í dag ég vinn í kvöld eða hvað sem er það er bara minn taktur þennan daginn og svo er svona reyni ég að hafa allt í hófi, hvað sem ekki álægjar lendi og allt svo leiðis en ég skal alveg viðkynna það, ég er ekkert alltaf svo duglegast í því, ég er komið mér í of mikið svefn, hreyfing næring þetta er svona líkið þættir nærandi samskipti og ég held að sé svona hafa eitthvað outlet mitt er svona það sem ég hef alltaf, ég veit ekki treyst á ef ég fer í gufu og kalda þá er ég góður ég get bara núllstilt mig þar það er það sem ég get sótt í og sem ég get líka farið í klettaklifur, fjallgöngur, skíði og alls konar hluti, allt til að hlaða mig og stundum gleymi mér og stundum er það svo augljóst þegar ég er að koma á erfiðan stað þá þarf ég bara að henda mér på fjall þá er ég bara góður þannig að eitt er að hafa svona ákveðna svona pass upp á þessa grundætti hitt er síðan að hafa hleðsluna til staðar Hvað með svona andlega riðkanir eða svona, veist hvað ég segja, hugleiðslur og Ég ger lítið af því og kannski gaman að segja frá því hérna, eins sólginni ég var í andlegar upplifanir og saknaði þeirra eftir ég kláraði þetta þá var ég bara svolítið sáttur Já, ég skil ég fengið að kynnast ótrúlegustu hlutum í því ferli og hérna og ég einhvern veginn komst bara inn í ég geri það bara setna nú er ég á þessu geggjaða staði sem heitir jörðin og ég ætla bara að tengjast því ég er snertingu við það Já, þetta er efnislega
efnislega sem ekki peningar. Nei, nákvæmlega. Já, bara þessi svona, Ég skil. þessi þrívít er ansi mögnuð, sko. Hún er ansi mögnuð Já. og bara rosalega gaman að fá að vera í henni. Já, einmitt. Gekkja. Heyr. Já. Yesuri Bob, Davíð. Já, þetta er magna sko. Þess að við sögum hana, þetta er núðund fyrir mig, komum bara slaka á kveðja konu og börn og Já, það er búið að vera mjög gaman að spjalla við þetta er þetta er bara frábært sko. Þetta er mikil saga og sásökafull, en svona einhvern veginn þú virðist að lent svona ansi mjúklega samt sem aður, þrátt fyrir svona freka hvassa tinda hér og þar. Já, og ég vil auðvitað laðum fram í það og líka hef einhvern veginn þetta er svona bittersweet, ég vil halda í sársökjum en ég líti á hann fallegum augum. Já, og þú horfir svona, eins og segir, þú horfir á geðheilbrigðiskerfi líka svona, þú sérð alveg að það er eitthvað off, en þú berð ekki svona mikið kala, það er ekki reiði í þér. Nei, ég var það alveg. Ég hafði óbeitt á geðlæknum, sko, ég hafði óbeitt og inni hérna í bókinni, ég klikka á hvað bók handa ykkur, en þá er sena þess að ég er í first class í Icelandair og það eru 2 farþegar, það er ég og annar geðlæknir og það er ég að rífast við hann í hugunum. Og þú vissi hvað þetta var? Ég fór að tala við hann og komst að hjá geðlæknir og það var bara ólgaði ég sko. Já. En þú sast á þér? Já, en svona sem dæmi, hann sofnaði í flugvélinni og þá fann ég alla flöskunni sem ég var búin að drekka og skildi eftir ofan á honum. Já, það í alvörinni. Það var sér í sæti mín. Þetta var eitthvað svona leið til að hann finna hvernig það væri að vera í ruslinu. Ég veist að þetta hafi virkað. Nei, það er samt ákveðin gjörningur. Hann var góður fyrir mig. Og einmitt bara eitthvað ferli hjá mér raun bara í þessi skrýtnu manni að fá að rífast í geðlækni. Það var bara frábært sko. Trúið því maður. Heyrðu, Ágúst Kristján Steinarsson, ertu með einhver loka orð áður en við förum í orð frá sponsorum og ætlum að leysa það út með gjöfum? Er ég með loka orð? Nei, ég held að það verði ekki neitt. Það var gaman að fá þig. Yndislegt sko. Heyrðu, viljið Byrjar. hlunkast hérna, viljið fá okkur hérna CBD meðan ég... Hefurðu prófað þetta? Nei. Þetta er, á hverju þessi svona stór aftur? Því þetta er fyrir kapitalista. Þetta er kapitalistólja. Þetta er svona hemp. Já, heyrðu, það er kombucha. Ég ertu ekki fein við erum komið með kombucha aftur? Jú, ég hlakka svo til. Já, en þú varst ekki hrifin af þessu Palo Santo. Nei, það var ógeðslega vond. Já, en villiblómið er geggjað og engiferði sko. Já, þetta er svona eitthvað svona kókosbragð, mér varst þetta allt í lagi. En ég er mest hrifin af appelsínunni. Já, en það er sem sagt, kombucha hefur afgerandi áhrif á þarmaflóruna. Það má segja að þar hefjist taugakerfið. Það má einnig segja að þarmaflóran hýsi ónæmiskerfið. Þannig að það er jafnvægi í þarmaflórunni, þá er ónæmiskerfið að virka mun betur. Mun betur. Og svo hjálpar kombucha heilbrigðum gerlum í kviðnum. Þvottahúsið elskar kombucha. Og svo er það þvottahúsið. Þvottahúsið er sponsorerað eða sponsað af Ozone EHF sem rekur Hemp Living og gott CBD. Hemp Living er verslun í Urriðaholtsstræti 24 Garðabæ þar sem að þú finnur mesta úrval af CBD vörum á Íslandi. Heildrænar, lífrænar vörur frá evróskum hampframleiðendum frá fræi í flösku. Gott CBD er sem sagt gæðastempill á vörum sem þú finnur í apotekum, Fjarðarkaup, Hagkaup, ég held að líka Heilsuhúsið. Já, og víðar. Adam og Evu líka. Sleipiefni. Nei, já. Ég veit ekki, það ætti náttúrulega að vera þar. Er ekki sleipiefni? Ég hef búin að prófa sleipiefni frá Leku, altså gott CBD. Já. Og það er, ég ætlaði að vera hérna með þarna stíla, þú getur ekki notað þá. Hú. Þú getur ekki fengið njálg heldur. Nei, þú getur heldur ekki fengið njálg. Nei, þetta er eins og vinur minn sem að, þegar hann prumpar, en Guðmund. Einmitt, nákvæmlega. En allavega, sko, CBD, það er hérna, sko, við ætlum að, sem sagt, gott CBD og þvottahúsið ætla að gefa þér hérna, þetta er sem sagt hemp seed oil, sem sagt með CBD, altså burðaroljan er hemp seed,
sem gerir það verkum og hún full af omega 3, 6 og 9 til 5% CBD olía, gjör það svo vel, megi hampurinn vera með þér og svo ætlum við að gefa þér Hamp Balm, þetta full spektrum CBD, þetta svona alhliða krem, ég nota þetta mikið ef ég fer og læt setja blek í líkamann minn. Setur á tattu? Já, það í þessu þetta kalendúla og svona, þetta mjög gott, þetta mjög græðandi, þetta getur þú getur borið þetta þegar þú ert borið undir pokan eða þar kring. Já, æðislegt, takk fyrir. En það var geggjað að fá þig og bara geggjað. Með mátturinn að vera með þér. Takk fyrir. Takk. Frá náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra.